Sorry? No. We have the cleaners. Já. Hey, we have the cleaners. We're gonna close the door. All right. She has to. En það kveikt á upptökunni, þannig að þið getur bara... Mystery box is on. Mystery box is on. Ok. Geggjað. Alexandra, whoops. Passar þig. Það eins og myndi sig bara ekkert feiminn því. En við skulum sjá. Hann stundum feiminn, stundum, já, stundum hann mjög feiminn. Ok. Herðu, þú sérð að ég að læra með þetta hérna. Ok. Þetta ekki flott? Þetta góð húfa, sko. Já, þetta bara ein kona sem gaf mér það. Tjúm. Ert þú geimfari? Ég myndi gjarnan vilja vera geimfari. Ég vissi það. Ég alltaf mikið svona sci-fi nörd og trekkari og svoleiði, sko. Ok. Ég nefnilega... Herðu, Alexandra, sérðu hvað við fengið? Gefins frá Sósíalistaflokki Íslands. Það er þá kleinur og það er vínarbrauð já, og það ég er kom bara með, vilt þú mátt fá það, sko? Ok, ég þykk allan að kleinur til að byrja með, en jú, vínarbrauð er líka góð. Á ég náði meira? Nei, þetta er allt í góð. Bleh. Það? Já, ekki stress. En við þurfum að borða mikið. Er það? Já, ég þarf að borða rosalega mikið, annars sálast ég. Ok. Borðaðu eins og þú vilt, ég er ekki mjög svöng sjálf, en gjörðu svo vel. En ekki það að ég hef nokkuð tímann þurft að finna til hungus, allavega ekki þessu lífi. Nei. En hérna, ég bara elska, mér svo gaman að borða. Það er óumdeilanlega fjör, sko. Það er svo gaman. Og getur svona glatt mann líka. Já, og tyggja og borða. Það er svo gott að borða, það er svo góð tilfinning að borða, finnst mér. Það er mjög fátt sem er betra heldur en tilfinningin að fara frá því að vera mjög svöng yfir í það að vera sött. Nákvæmlega. Það er alveg, Ég elska... það er lúxus, sko. Já, algjör lúxus. Ég elska, veistu hvað ég elska? Að vera pakksött, bara svona alveg bara... Ég dýrka það, sko, að borða alveg svona að ystu mörkum og lenda einhvern veginn svona í vömbina á mér. Sko, ok, mér þótti það stundum gaman í gamla daga, en þú veist, mér finnst það eiginlega, núna eftir að vera fullorðin, þá finnst mér það eiginlega, veist, jú, það er næs í svona 2 mínútur og svo verður það bara svona óþægilegt. Bara svona bara, Hasar með grimma og snar. Hasar með grimma og snar. Hvað ertu mikið fullorðin? Ég veit það ekki. Mér líður einhvern veginn aldrei eins og ég sé eitthvað almennilega fullorðin, en svo eftir því sem ég fatta samt bara, ég er bara orðin betri og betri að feika það í lengur og lengri tíma í einu og svo fatta ég allt í einu að þú veist, það er bara það sem það er að vera fullorðin, að geta verið fullorðna manneskjan þegar maður þarf að vera það. Ég vil það sjá. Ok. Aðeins. Já, heyrðu. Já, þegar maður þarf að vera það. Já, og veist, það þarf ekki alltaf að vera það. Og meina, ég, veist, horfa á teiknimyndir og ég spila spil og ég... Spilar spil? Já, og veist, spila Dungeons and Dragons og ég ger alls konar og veist, það er bara gaman. En þú veist, svo get ég líka farið og talað um fjárhagsáætlun eða skattkerfið á Íslandi eða eitthvað og verið bara, veist, sumt er alvarlegt og sumt þarf maður að díla við af alvöru og það þarf ekki að stýra þig hver þú ert. Það þýðir ekki að þú meir ekki hafa gaman, það þýðir ekki að þú meir ekki lifa lífinu eins og lætur þér líða vel. Einmitt, maður þarf ekki alltaf að vera eins. Já, og svo eins og ég segi stundum við sko mína kynslóð. Mjög góð punktur hjá Alexander Brím sem er hjá Pírótanum. Sorry? Já, nei, ég ætla bara að segja, núna eru við fullorðna fólkið og við ráðum hvað það er að vera fullorðin. Já. Þau sem voru fullorðin þegar við vorum krakkar, þau ráðu þess ekki lengur. Þú er svo klár. Þú ert með það. Heyrðu, sko, ég ætla ekki að segja neitt, heyrðu. Ég er bara svo glöð og ég er svo glaður, sko. Myndi svo glaður að hafa fengið þig að því ég sá þig í Kringlunni og ég sá bara eitthvað að þú ert flott. Og það sem er sérstaklega flott við þig eru augun þín. Þú ert með svo góð augu. Takk. Af því augu eru 2 heilar. Vissirðu það? Sko... Það er svolítið skrítið að segja það. En þetta er partur af heilanum sem er komin út
ástum út úr höfuðkúpunni, að kannski ógíslegt að segja þetta og krakka mig ekki heyri þetta, að því þetta eins og þetta sé eitthvað ógíslegt, ég held að ég hefði orðið hrædd þegar ég heyrði þetta, en þetta eru, maður getur litið að þetta sem svona 2 litla heila sem eru komnir og þeir vita rosalega mikið, að því þeir horfa á heiminn og þetta svona, þú veist, ég ekki alveg viss að ég sammála þessu beinleinis heilar, en þetta samt einhvern veginn, þetta skynfæri sem miklu beintengdara við heilan heldur en hinn skynfærin okkar og við erum með 1.000.000 skynfæri, sko. Og 1.000.000.000.000. þetta svona þetta beintengdara inn í vitundina þína heldur en margt annað sem þú upplifir, sko. Ég held að það sé alveg eitthvað til í þessu hjá þér og augun okkar eru og eyrun líka örugglega. Þegar maður hugsa það, þá eru þau rosalega nálægt heilanum. Þau eru örugglega líka, að þau eru vísindalega búin að rannsaka. Ég hata ekki, en ok. Afsaki, ég er að trendsetja á ropið. Ertu með mér? Það fer í þig samt, af því að þú ert geimvera, er það ekki? Sko, ég ropa alveg þegar ég þarf að ropa, en mér finnst það ekki, ég get ekki ropað eftir þessu pöndunum, þannig ég get ekki stjórnað í hvenær það kemur, eða þú veist. Já, ég skilið. Já, ég get það ekki heldur, en þegar það kemur þá reyni ég ekki að bæla það. En segð mér, ertu með betri augu eða eyru? Ég er með betri augu, sko. Það? Ég sé mjög vel. Vá! Og svona, víst, ég á foreldra sem þurfa að gleraugu, ég á 2 bræður og annar þeirra með gleraugu, en bæði ég og miðsystkynið þurfum ekki erum með svona bara mjög góða sjón. En það sést líka, maður getur bara séð það á þér. Þú veist, maður sér bara, já, þetta eru flott augu, þetta eru rannsakandi og góð augu. En þá er ég ekki að tala sko að geta lesið svona, þú veist þetta sem var í gamla daga, þarna A, B, C, sem var svo ógislegt fyrir mig, að því ég þurfti að nota svona priki, ég þurfti að gera svona táknin, ég þurfti að gera formin, að því ég skildi formin, en ekki þetta A, B, C, manstu sem þeir skrifuðu allt með í gamla daga, áður en þeir fóru bara, veistu, manstu eftir því, þegar það var allt svona skrifa svona, og allir voru að hugsa og gera svona, skrifa svona sögur. Þetta tala svona bókstafi og svoleiðis. Já, þeir eru oft mjög skemmtilegir, en það veltur svolítið á því, mér finnst þér æðislegir. Mér finnst þér mjög leiðilegir, nema I-M-M-A og M-U-N-D-I. Sko, mér ekki að lang flestir staðirnir skemmtilegir. En líka M-A-G-N-I, sorry, og S-T-E-I-N U-N-N. Ok, mér finnst kannski skemmtilegir ef þeir eru nöfn. Sko, sorry. Ég myndi segja, sko, stafirnir eru flestir skemmtilegir, en það skiptir fyrir mjög miklu máli í hvaða röð þeir eru. Hvernig þá? Hvaða sögu þeir segja, eða hvað er verið að segja með þeim, en ég hef alltaf, sko, lesið frekar mikið, því að komin svolítið ég að vera í hljóðbókum núna í seinni tíð, en hvað ertu búin að vera að lesa? Í hljóðbókum er ég búin að fara núna í gegnum Discworld-safnið, það er til dæmis nýkomin út. Ég veit ekki hvað er það geimveru? Nei, það er meira svona húmorísk fantasíusería eftir Terry Pratchett. Afsaki, ég er líka innlega hnerrið. Hnerrið er bara að hnerra alveg út, já. Af því þá fara allar bakteríunar út, en kannski ekki gott núna inn í... Ég er að lokuðu rými, sko. En ég þarf að inni ekkert í mér, sko. Nei, það var bara rík sem ég var að koma út. Sko, já, ég er oft sökuð það að vera með svona sprenginherra og ég fekk hann frá afa mínum og ég var með að stoppa það þegar ég þarf að hnerra og það er svona læti, sko. Þannig ég styð það innlega hnerra. Ég er með hnerra frá pappa, sko. Ok. Það er alltaf leið. Ég virði það að vera með öflugan hnerra. En þú ferð mér fljótt, það er þetta, sko, þú er svolítið eins og ég, það er þetta að taka þig bara, ertu með adja. Ég klárlega. Ég er með, og ertu með eitthvað meira superpower? Sko, ég er með, sko, ADHD, þess að ég er með ADHD án ofvirknunar. Og ég er líka trans og ég held ég sé ekki... Ertu rófar? Ertu með rófu? Ég held nefnilega ekki, en svo á ég einhverja vini sem að finnst að ég gæti mögulega verið eitthvað staðar á því, en ég er ekki alveg eins og fólk er flest, sko, en ég veit ekki hvort að það er til eitthvað nafn fyrir það. En svo ertu líka geimvera, eða þú veist, smá. Ég er svona
kannski þú veist, Ég er svona pínu með svona outsider, ég er svona pínu outsider syndróm, sko, en komst ekki úr stjörnuríki, eða veist, það kemur eitthvað, þetta er nýr á jörðina. Við erum öll úr stjörnuríki. Ég er á tré. Ok. Ég er jarðarbúi. Já, ég er jarðarbúi, alveg, ég hef engan áhuga, ég verð hrædd að horfa út í geiminn. Og hann ég vorkendi svo ógeðslega mikið, ég bara grét því ég sá þessa mynd. Ok, ég er alveg hinum megin, sko, minn draumur er að... Ég get ekki vera martröð, sko. Ég er alveg, sko, hinum megin, ég myndi alveg, víst, mér dreymir einhverja svona Star Trek framtíð, mér langar að fara út í geiminn, mér langar að kanna vetrarbrautina. Ok, þú fer þangað og ég ætla að vera hér. Þú passar þetta? Ég ætla að passa þetta og veistu hvað við þurfum? Afsakið að sé plast. Er þetta plastblóm? Já, það er ekki hræðilegt. En við getum gert svona, það er að koma lífi í allt, efni, af því allt er á lífi. En það verður rosalega gaman ef við fengjum alvöru plöntur í þinn. Hint, Gunnar Smári. Já, er ekki alvörunni gerviblóm? Já. Er ekki yfirleitt gerviblóm gerð þannig að þau séu svona líflegri? En akkur, ég þurfi bara orðin svo lasin að ég vera þetta. Það er ekkert engin sól hérna fyrir gerviblómin? Nei, þeim líður líka illa. Þú veist, að því þau eru líka alltaf ein hérna og það er enginn sem tala við þau. Ég hunsa þær alltaf þessar plöntur út af því að það eru gervi. Af því að ég þykist þeirra svona au-natural, en síðan ég er svona 50-50, sko. Hér er allt plastið, hægri, og hérna er allt natural. Ég er both. Heyrðu, ég sé samt eitt sem ég held að gæti verið svolítið líkt með okkur. Það er auðvitað að taka það út á sporinu. Og það er þetta ADHD sem er skemmtilegt. En þú veist, ég mér svo æðislegt það verði eitthvað í framtíðinni sem geta fylgt okkur eftir og það eru eitthvað núna ungir sem geta fylgt okkur eftir en ég hugsa bara við sem að skrambla heilan í eldra leiðinu, sko. Gæti við, en mér finnst bara gaman að fara með samtöl þar sem þau þróast, sko. Já, mér líka. Það er bara, víst það allt í lagi. Mér líka. Ert þú með mikið ADHD? Já, ég er með alveg rosalega mikið ADHD. Svo er ég með alls konar. Ég er með bipolar, unipolar, einhverfu á úthverfu rófunu, svo er ég nýkom með Tourette. Okay. Og svo er ég með, svo var verið að greina mig með hypersensitive personality disorder líkla, en leikumkennarinn minn segir hypersensitivity person beast. En er hægt að vera bæði bipolar og unipolar? Nei, ég er sko unipolar og hinum endanum er OCD. En ég var alveg líka þunglindi. Það er líka, það einu sinni. Og ég er alveg klessa, sko. Ég hef upplifað, sko, ekki svona eins og þunglindi, en það var ekki alvöru þunglindi. Það var meira bara því að ég var trans og ég var ekki að díla við það. Já. Og það var svona, lýsir sér svolítið eins og þunglindi. Einmitt, það var maður bara einn, það var enginn að horfa á. Það er svo vant ef enginn sér mann. Já, og ef þú ert ekki að sinna bara þínum innri sálrænu þörfum. Einmitt. Og bara upplifir ekki að svona bara þessi klassiska dysfóría, sko. Dysfóría, hvað það er svona, á íslensku er að kalla óyndi eða kynami, það er svona þessi tilfinning að vera ekki í líkama sem passar við kynvitunduna þína. Óyndi er örugglega betra. Kynami er orðið sem á við sérstaklega þegar það er út af því þú sér trans. En er þetta ami? Ég er alveg bara pottit, ég er 50-50, sko, ég er stelpastrákur. Hvað er ég þá? Er ég þá kvár eða hvað er ég þá? Þú ræður því svolítið, en það er þá mér er alveg sama. Það er þá sko annarkort, þú getur kallað það bigender. Já, ég er bigender. Sem getur kallað það genderqueer eða genderfluid ef þú flakkar á milli, sko. Það er svona pínu munur á því ef þú ert sko bæði samtímis eða stundum annað og stundum hitt. En sko ég er 5-2, svo það er alltaf jafnvægi hjá mér. Og ég er sko einn strákur, einn stelpa, svo er ég og strákunni getur elska stelpur og stelpan getur elska stráka svo ég er þá ertu einhvers konar útgáfa af pan eða bæ myndi ég segja en það er kannski betra að þú skilgreinir það og stundum þarf maður ekki að skilgreina það. Ég nenni því bara ekki, ég er 50 ára, þú veist ég mista af lestinni.
Nei, Ég mista lestin, þessari greiningalest. mögulega, en meina, þetta er líka Þeir bara... finna út úr þessu upp í háskóla, upp í sálfræðideild, þeir eru að finna út úr þessu, sko. En svo er þetta líka bara, veist, spurningum það að þarf ekki að skilgreina þig fyrirfram og þetta er ekki prescriptive, þetta er meira descriptive og þá í rauninni líka... Hvað er descriptive? Ef það er prescriptive þá líður þér eins og þú þurfir að fara eftir þessu ef þú þurfir að skilgreina það. Já. En ef þetta er descriptive þá ertu meira bara svona að lýsa þannig þetta svona hefur Þetta er þetta að verið, gerast svona hefur þetta verið þegar svona er þetta að gerast núna. En síðan líka getur þetta verið svona upplifum núna Akkúrat, og svo maður að breytast. Akkúrat, Sem að taka psychedelics og maður bara breytist, maður evolvast. Já, það er það sem ég hefur með descriptive, þetta er meira bara svona að það segir til hver þú ert núna en þú upplifir ekki kvöð að vera þannig áframendilega. Einmitt. Og líka bara, þú veist, þetta er til þess að hjálpa fólki að skilgreina sig, ef það vill skilgreina sig, það er engin skylda að skilgreina sig út í hörgla ef það er ekki hjálplegt fyrir mann. Ég er alveg bara með rosalega margar, eins og heyrðir, margar alveg bara svona ein klessusúpa af hérna greiningum og þetta er alveg fyndið, þú veist, en mér er svo flott hérna, maður er svo flott sem ég datt inn á hérna, ég veit ekki hvort ég vil, nei, ég ætla ekki að segja Það er þess ekki, þú vilt það ekki? Nei, þetta var bara eitthvað sem ég heyrði í útvarpinu, ég var bara eitthvað að pæla hvort þetta væri gagnlegt fyrir fólk að heyra þetta. Hvað var það þá? Ja, þú veist, ef þú þarft ekki að segja það Þú ert alveg súpukurti, sko. Takk, en hérna, þú þarft ekki að vera svona nærgjöndum fyrir mig. Ég myndi segja bara, nei, ég vil ekki svara því. Þú getur spurt að hverju sem er og ef ég vil ekki svara því, þá vil ég ekki svara því. Og það, en sumir eru, en sko, já, ok. Nei, meira. Nei, vá, þú ert rosa flott, þú ert nærgjöndin. Takk, maður reynir að einhvern veginn haga sér í lífinu þannig að það sé auðvelt að vera í samskipti við mann og bara þannig að fólki finnst þægilegt að vera í kringum mann og mér finnst bara líka hvað sem að, næs að vera næs. Það er rosalega þægilegt að vera í kringum, þú hefur alveg gríðarlega róandi áhrif á mig, ég bara gaman að heyra. Það er eitthvað svona, já, einmitt ég er alltaf svona, já, af því ég er svona tilfinningabúnt, sko og þessi stilla í geimverunni, þú veist, ég held að maðurinn sé líka geimvera, sko, eða eitthvað. Nei, ég veit verið, sko. Nei, ég meina þegar við notum... Geimverum, já, þú veist hvað ég er að tala um, svona clear head. Já, ég skil hvað átt við með þegar þú segir geimvera, sko. Það er þessi bara pínu svona, pínu outsider, pínu svona meira einhvern veginn observing, meira svona einhvern veginn, kannski meira hugsandi heldur en að bregðast við þegar þannig. Já, það er svona, þetta er eitthvað svona... Ég er akkurat þetta bregst við feeling og er svona rosa mikið á tilfinningunni og þú veist, og bara ég hata að hugsa. Ég sá bók í Hagkaupin daginn og bókin, það stóð, ég keypti hana nú ekki að því hata bækur. Nei, ég skil já, ég nenni ekki já, en það var sko það var svona mynd að bánsa og utan á bókinu stóð ég hata að hugsa og ég fatta alveg bara vá, einmitt, svo í gær var ég fyrir að sofa og ég var bara heilin á mig var bara og þú veist, mér líður svo illa að ég hugsa ég bara dey ég dey, veistu hvað? Finnst þér ekki skipta þá máli samt hvað þú ert að hugsa eða í hvaða samhengi? Ég vil bara ekki hugsa, ég á ekki að hugsa, ég er ekki hugsunar vera. Ég er feeling, ég er rosa mikið svona tilfinning að vera. En þú getur samt alveg tengt þetta, þú getur að hugsa með tilfinningunum og hvernig það er svona, maður getur það sem að ég fíla hvernig getur maður hugsað með tilfinningum? Þú hugsar tilfinningar, þú hugsar aðstæður sem vekja með þér sterkar tilfinningar það sem að ég fíla við skáldskap og eins og við vísindaskáldskap og fantasíubókmenntir og spunaspil og allt þetta það er meðal annars það að setja mig í aðstæður sem að ég hef ekki upplifað í alvörunni eða upplifa hvernig eða reyna að tengjast hvernig að vera einhvers konar öðruvísi manneski, einhverjum öðruvísi aðstæðum og reyna að tengjast við einhver aðra tilfinningalega upplifun og það er sagt sko fólk sem að les getur lifað 1000 ævir á meðan fólk sem les ekki lifir eina. Ég skilði og þetta snýst svona, fyrir mér snýst þetta að víkka sjóndeildarhringinn, reyna að skilja hvernig að vera öðruvísi fólk heldur en ég er
og reyna einhvern veginn að svona, en þú veist. Já, en ég í hinu flippinu, sko. Já, það má. Ég reyna að skilja sjálfa mig. Það er líka geggjað, sko. Já, það alveg bara búið rosa þraut, sko. En, sko, já, hvað ár gerir þetta eftir 83? Já, hvað ár gerir þú? 74. Ok, það var held ég gott ár. Já, en sko, það var mjög gott ár. En sko, svo ég fór ekki inn í hlutverkaleikina nema bara öskudaginn, þú veist, það var Senorita og Indíáni og það máttu við vera og það var líka Sígunni og við máttu vera allir, sko. Já. Og svo gerir líka gjörning og þá var ég svört kona og þá var þetta ekki bannað, sko. Og þetta var aldrei neitt ljótt í þessu, þetta var bara, maður var eitthvað nýjan að fara í gegnum þetta. Og svo var ég líka, svo varð ég svona pönkari, en ég held ég að leiki pönkari en síðan orðið, ég mann þetta ekki alveg, allavega. Og það voru hlutverkuleikarnir þannig, en ég, sko, það er spurning hvort að maður hafi, já, ég er rosa mikið fyrir strategíu. Já. Já, ég meina, ég fíla strategíu. Hvað strategíu? Viltu nikotín? Nei, takk. Ertu ekki að Ég er regluð, sko. Já, ég er líka regluð. Já, ég meina, ég hef reykt sígarettur á djamminu og eitthvað öðru hverju, en ég er ekki neinu nikotíni. Nei, þetta er lifið mitt, sko, ég er með ADHD. Ok, já, ég tek konserta við því, en... Já, það er sterkt fyrir mig, ég get ekki tekið ADHD-legin af því ég er með þetta hypersensitivity. Já, það er hræðilegt. Nei. Já, þú veist, það er leiðilegt ef þú getur ekki fengið lyf sem að þú kannski myndir vilja nota. En, jú, það sem ég geti nota var að taka svona 2 litra kók, setja vatn í hana og 1 dropa af microdose af LSD og láta finnast út í... Þannig að sé bara svona blómadrópar. Nei, það sem er svona, hvað heitir þarna sem Svo drópatæljari eða? Nei, kóngurinn í Englandi notar svona lyf, svona sem eru lyfleysur. Já, placebo. Nei. Ertu að hugsa homeopathísk? Já. Þannig bara af einhverju segja já, LSD og það eitthvað svona. En hitt er sterkt fyrir með amfetamínu. Okay. Það bara ég var svo kvíðin og herði mig svo upp. Það er alveg, ég var þannig fyrst þegar ég byrjaði, sko, en bæði þurftum við að finna réttu skammtastæðina fyrir mig og eitthvað svoleiðis. Ég veit það. En mér finnst það hafa gert mjög góða hluti fyrir mig að hafa fengið lyfjakjöfuna, en þú veist, það er rosa erfitt þegar að maður fær ekki rétta lyfið eða réttu skammtastæðina. Það er bara að reyna allt, það er bara að reyna 1/5 af skammti fyrir 8 ára og það er sterkt. Wow. Það er bara, ég er eitthvað ég má bara vera í nano. Hvað kemur fyrir neðan nano? Það er kallast Pico, ég maður rétt. Pico, er eitthvað, já, ég held að ég sé í Pico. Já, ég man ekki. Það er mjög flott, ég er í Pico. Pico-grömmu eru samt mjög lítil, sko. Ég held að það er svona valla að það geti haft áhrif á þig, sko. Jú, ég sko eins og púðarnir, þeir eru sterkir, svo ég setja bara svona, teka svona og hefða og teka svona í gegnum húðina og gera svona bara. Ok. Ég hef ekki heyrt þess áður, það er áhugavert. Mér finnst það allt í lagi. Eða, veist, það er allt í lagi að vera svona, maður er bara svolítið skrítin. Já, sérstaklega eftir ég fekk Tourette líka, en þú veist. Besta fólki sem ég veit er eitthvað pínu skrítið, sko. Já, ég hef alltaf verið svolítið skrítin. Ég hrædd við þarna, veistu hvað mér finnst verst að vera í kringum? Fólk sem er að þykjast vera venjulegt. Sem er að þykjast að vera fólk. Það er að leika fólk. Bróðir minn sagði einu sinni eitt sem mér ekki svolítið svona klókt. Hann var ekki nema 14-15 ára þegar hann sagði þetta. Fólk er fæst eins og fólk er flest. Segðu þetta aftur að ég skildi þetta ekki. Fólk er fæst eins og fólk er flest. Einmitt. Og það er, jú, það er eitthvað meðaltal sem er svona eitthvað svona, þannig eru flestir, en það er engin alveg þar. Og við erum öll einhvern veginn að leika einhver hlutverk og maður er mismunandi hlutverki eftir í hvað maður er að gera. Ég er í einu hlutverki hér og ég er í öðru hlutverki þegar ég er að spila með vinum mínum og ég er í öðru hlutverki þegar ég er að passa litla frænda minn og ég er í öðru hlutverki þegar ég er í borgarstjórn. Maður er bara að díla við mismunandi aðstæður með mismunandi pörtum af sér. En allir þessi hlutverki eru samt hluti af manni. Einmitt. Og sumir eru kannski meira nervus með að
sína á einhverja hliðar af sér og fela þær á bakvið einhverja grímu sko. Og það getur alveg verið, og það er alveg rétt verið að það getur orðið svolítið creepy ef að það gengur langt og manni líður ekki eins og maður viti neitt hver á bakvið sko. Einmitt, þá var það svolítið svona, en líka því að, þú veist, ég var líka þannig að ég tók einhvern veginn svona, þú veist, ég var að taka á mig dóminn sko, þú veist, þegar fólk dæmdi mig, þá tók ég það á mig, af því að það var svo mikið óunni í mér. Og svo eftir ég náði að vinna úr því sem var í mér óunnið, þá náttúrulega fer það bara, þá getur það ekki farið á mig og þá eins og sagt á íslensku, í gamla daga, þegar allir töluðu íslensku, þá var sagt þetta dæmi sér sjálft. Já, það er bara... Og ég allt í einu, þú veist, 50 ára að fatta þetta, ég er náttúrulega, ég á sen ef ég líka með annað, ég er hérna misþroska líka. Ok. Hvernig kemur það, hvernig lýsir það? Ég er bara mjög þroskuð, alveg óbúslega þroskuð á einhverjum sviðum og síðan öðrum sviðum er ég ekki mjög þroskuð. Já, ég kannast eitthvað við það. Ég held að sé allir kannski með, ég ætla ekki að dæma það, en ég er allavega með það. Það hljómar kannski skringilega að segja það núna því að núna vinn ég við að vera í pólitík og outgoing og tala við fólk, en ég var lengi að fatta alls konar hluti í mannlegum samskiptum sem að voru öðrum í kringum mig augljósir þegar ég var unglingur og eitthvað svoleiðis. Einmitt. Ég er líka alveg bara svakalega. Það var bara alls konar hluti bara Síminn er sammála okkur, sko. Mikið að gerast, sko. Ég veit ekki hvað er að gerast. Við höfum þetta bara, þetta er skemmtilegt. Já, þetta er bara píp. Þetta er feedback, nefnilega. Það er það. Þú ert cool, Alessandra, þú ert cool. Þú ert mjög flott. Takk fyrir það. Sem er eitt, þú ert systkini. Ég á 2 systkini, já. Hvað? Bróður? Ég á 2 bræður. Nei! Já. Þú kemur í heiminn... Ég fyrst. Þú ert fyrst. Og svo á ég, bróðir sem er 2 árum yngri en ég sem heitir Guðjón. Já. Og bróðir sem er 6 árum yngri en ég sem heitir Viktor. Vá. Þeir eru báðir... Eru þið öll vinir? Já, það er ákveðið, ég og Guðjón erum svona mjög harkalega ósamála pólitík. Það eru 2 ára milli ykkar? Já, eins og 1,5. En svo lengi sem við sleppum ekki að ræða pólitík, þá erum við mjög vel skap saman. Það er eins og ég og systir mín alltaf sleppti, nema núna, hún ætlar að kjósa ykkur, hún elskar ykkur. Geggjað, kann að meta það. Heyrðu, já. Hún er alltaf kosið Sjálfstæðisflokkinn, hún flippaði. Veistu það, hún flippaði? Ég kaust einhvern tímann Sjálfstæðisflokkinn þegar ég var mjög ung og nýbyrjuð að kjósa og það var áður en ég sá í gegnum það hvernig þeir eru. Já. En þannig ég skil það alveg, en ég segi bara að gott ef að fólk fattar þetta. Þeir voru líka, þeir hafa gert margt gott og þeir eru, þú veist, þeir eru sjóna með... Á pappír eru þeir með ágæti stefnustundum, en það er bara... Það er bara ekki nóg, maður veit ekki neitt, en ég var að horfa á þarna, það var ógeðslega skemmtilegt þetta hjá Vísi, hann var svona, það var í fyrra þetta eða eitthvað, þess að þau vorum að segja já, nei. Ég var ekki búin að ná að horfa í það. Ég var að horfa á það í nótt, sko. Okay. Þetta var erfið nótt, sko. Og ég var að hugsa svo mikið, það var ógeðslegt. Og Já, ég meina, ef hugsun heldur manni vakandi, sko. Það er ekki fyrir alla. Það er bara ekki fyrir alla í alvörinu. Sumum fyrir að hugsa og sumum þurfa bara að fíla. Ég er svona fíla. Ok. Ég er fílamanneskja. Og og það voru engar svona merkingar, skiljum eitthvað, Samfylkingin, Píratar, eitthvað, þú veist, hvað, sósíalistar, allt þetta, limmiðarnir, það voru engar merkingar, það voru bara þau sem voru í forsvari og maður var bara að lesa í áslega einföld svör, svo maður var að lesa svo mikið í líkamstjáninguna og mér finnst þau öll mjög svona, ég var bara, vá, þau eru öll svo frambærileg, nema það var einn þarna sem ég sá, hann var óviss. Okay. Það finnst mér svolítið hættulegt og ég var að hugsa, akkur er hann svona óviss? Hann var ekki svona, þú veist, hann var að leika að hann væri öruggur. Nei, veitu, hann var kannski ekki að leika það. Hann var kokki en hann var ekki viss. Sko, það getur út af fyrir sig verið allt í lagi og margar spurningar í pólitíkinni og bara í lífinu eru flóknar og það að viðurkenna maður sé óviss og þetta sé flókið er oft bara jákvætt en ef maður er að
maður að þykjast vera viss eða svona feikað að það getur komið í bakið á manni, sko. En stundum gerði hann eitt. Já. Að hann fór svona, nú er dæman. Ég má ekki dæman. Ég meina, allt mat einhvers konar dómur, svo lengi sem að passa bara að reyna að hafa það sanngjarnt og... Ok, mér fannst allavega eins og hann væri að stríða gegn einhverju svona eigin samvisku, hann væri að fara þetta á haustnum. Þú veist, á svolítið köldu, einhverju svona kaldri skynsemi og rökhyggju og með köld skynsemi, mér finnst hún ekki skynsamleg. Nei, ég meina, sko, eins og einhver sagði, sko, logic is the beginning of wisdom, not the end of it. Þú getur, það að reyna að taka ákvarðanir bara út frá einhverju kaldri rökhyggju er... Ég beiti kinnin á mér. Æ. Allt í lagi. Æ, takk. Nei, ok. Sorry, ég bara... Já, en það er bara... eitthvað sem ég vill ekki, eitthvað partur sem vill ekki tala þetta er hræddur. Ok. En ég ætlaði bara að segja, þú veist, að þegar fólk talar þannig þá er það oft að byggja það á einhverju tilfinningum sem að það er ekki að viðurkenna fyrir sjálfum sér eða fyrir öðrum, sko. Að, þú veist, það... Ég skilði þig ekki. Sko, einhver köld rökhyggja getur bara leitt þig að niðurstöðu ef að þú veist fyrstulega út frá hvaða forsendum þú ert að miða og ef að þú hefur hugmynd hvert þú ert að stefna. Eða þú veist... En hvað þú vilt, það ekki? Já, hvað þú vilt, einmitt. Getum við ekki orðið að þannig hverju þú vilt ná fram? Já, akkurat. Þannig að þú veist, ef að þú ert bara að reyna að ná, þú veist, besta rekstrarafgangnum, þá getur rökhyggjan leitt þig bara eitthvað svona í að finna það. En það getur verið að þú viljir kannski frekar hafa betri árangur eða að fólki líði betur sem er að vinna því eða alls konar. Nú skil ég ekki neitt, allt í lagi, en af því ég hef ekki logic í þetta, en mér langar að segja eitt sem er bara svona lífinu. Í gær var ég að keyra og það er mér svo gaman að keyra, ég elska að keyra af því ég er nýkomin bílpróf fyrir 3 árum. Ok, eða næstu í 3 árum. Og kemur ekki sögunni við, en ég elska að keyra, ég elska að keyra, elskur í umferðinni, elskur í biðru, en ég er svona föst í umferðinni, ég elska þetta allt. Allavega, ég er í umferðinni og kemur svona bíll fram hjá mér og stendur á honum Ice Logic. Ok. Og mér rann kalt vatn milli skins og hörunds og ég þekki náttúrulega Ice Guys, minnst þeir æðislegir. Þeir eru fíla það. Já, ég er búin að horfa á fyrstu seríunni, eftir að horfa á seinni seríuna. Fyrsta seríun var mjög skemmtileg. Og líka bara lögin, skemmtileg. Algjörlega. Dæmdir til að vera á sviði og eitthvað. Þetta er geggjastöf. Og allavega, og ég var alveg bara Ice Logic, svo var ég og var svolítið svona hrædd, svona, að því ég þoli ekki sko það sem mér finnst vont er það Logic, nú er ég hrædd í að tala þetta. Þegar Logic er það köld, þú veist, þegar þú sleppir þessi mannlega, sko. Já, þegar það er ekkert hjarta, þá verð ég svo hrædd þegar það er bara svona en síðan fór ég að hugsa, við þurfum náttúrulega svona Ice Logic kannski til að fara þetta í game eða eitthvað, eða til að smíða þetta dót. Já, en við þurfum samt að vita af hverju við erum að fara þangað og en við þurfum til að smíða allar þessar við þurfum að hafa lógíkina, sko. En að smíða þessi vélmenni, það er eitthvað svona Ice Logic. Ég nenni ekki að fá öll þessi vélmenni. Mér langar bara allir sig allt út í trjám og við séum bara klóra okkur og prumpa og borða ógeðslega mikið og eitthvað elskast og mér langar það. Já. Og við séum bara eitthvað svona saman bara eitthvað og við séum að bulla og spila og dansa og taka psychedelics og þeir sem langar að drekka getur drukkið og þú veist, mér langar í svona framtíð. Hvað er þetta? Ég held að þetta sé einhverjum innstungu eða hleðslutæki. Hvað var þetta að gera hér við rassinn á mér? Einhver verið að hlaða síma eða eitthvað að græju. Ói bara, farðu. Sko. Myndi er ekki, sko, ok, en ég verð að segja eitt sem er kaldhænin í þessu. Segðu.
að það er alltaf smá fyndið þegar maður er einhvern veginn svona að kljúfa heiminn í sundur að ég bý með rafvirkja og það er ástin í lífi mínu. Já. Það er bara cool og fólk, það er oft bara mjög gott ef að fólk er með einhverjum sem er aðeins öðruvísi típa og fólk getur bætt hvort annað upp og hann er mikið öðruvísi og coverað svona það sem hinn aðilinn er veikari í eða sterk bara... Ég er alveg útgar, hann er alveg einhverju þú veist, við erum póli við erum póli en hérna nú var ég stressuð en sko nú varum myndi stressaður allt í lagi það er hann verður alltaf stressaður já en sko ég held nefnilega við þurfum ekki að velja á milli þessara framtíða sko eða þú veist ég vil líka sko ég fíla alveg þessa utopíu sko afslöppur af framtíð að vissu leyti en mér er samt, þú veist, mikilvægt að þú veist, einhvers staðar þurfum við að fá matinn, við viljum hafa gott heilbrigðiskerfi svo að þú veist, við verðum ekki veik, allt þetta. Ég vil ekki að allir séu vígan, til dæmis. Nei, þú veist, mér er allt í lagi. Nei, þetta er ekki, en mér er allt í lagi að fólk sé það og ég held að það sé... Já, líka mér. Ég held að það eigi fyrir okkur að liggja í framtíðinni að fara okkur í þá átt, sérstaklega, þú veist, ef við getum... Borða pöddur. Já, eða framleitt kjöt í einhverjum Nei, mér langar ekki. Okay. Mér langar fyrir ekki að borða pöddur, sko. Ok. En sko... Ég hef aldrei smakað pöddu. Hefurðu smakað pöddu? Já, eitthvað tímann. Snigla, við vorum að borða snigla. Já, ég borðaði snigla á jólunum þegar ég var krakki. Það var alltaf forrétturinn okkar. Ég var bara, þau fórum út að borða. Bara, ef það voru til sniglar, þá var ég bara snigla. Já, en hefurðu pröfað snigla þarna kremið? Nei. Ég fekk frá Kóru, alvöru, af því máa minn Hilmar Hansson, dúkalækningameistari, fór til Kóru að skoða ykkur versmiður og hann kom heim með snigla maska. Ég var einmitt í Kóru bara í síðasta mánuði. Ertu ekki að grínast? Nei. Þú kannski verið með honum í flugvél. Gæti verið. Ég fór til Seúl út af, vorum að taka móti verðlaunum fyrir Betri borg fyrir börnverkefni í Reykjavík og það var svona fórum það nút Betri borg það var þetta verkefni sem er unnið í Reykjavíkuborg að breyta skólaþjónustunni og bara, þú veist, ótrúlega skemmtilegu viðburður en mér er líka bara gaman að prófa að koma, ég hef aldrei komið svona langt að heiman sko. Vá, en skemmtilegt En já, en ég hef ekki prófað þetta sníklakrem og ég hef prófað líka einhverja ristaða pöddur sem að mamma keypti einhvern tíma. Það? Hefur hún þetta var eitthvað svona snakk sko. Heyrðu. Mér fannst það eiginlega ekki gott. Ég sá það í Shark Tank. Já, ég man ekki hvernig það var. Þetta var eitthvað svona pöddusnakk sem að það var allt í lagi en þú veist, mér fannst það festast í hálsunum mínum og mér fannst það ekki þægilegt. Já, ég án það. Held ekki. Viltu hringja með mig? Nei, ég er að tjóka. En ég get mögulega komið staði hvað hún fekk það og þið vita eitthvað tímann. Þetta er örugglega underground. Já. Ólegulegt, matvælaeftirlitið kæmi og myndi handtaka okkur. Ég held að það hafi verið... Hún yrði handtekinn fyrir að borða pöddu. Held ég ekki. Þú líka, allir í fangelsi. Það væri harkalegt samfélag maður. Já, ég óttast eitthvað svona. Svona kalt. Það er algjör óþarfi því ég labba Reykjavíkuborg þeir eru búin að gera svo stórkostlega hluti ég elska það, veistu, ég er alltaf að taka myndir ég nefnilega tek myndir af raunveruleikanum en mála, þú veist, frá hjartanu það er einið það er erfitt og Reykjavíkuborg er bara, þú veist hún er bara svo falleg og skemmtileg og bara, þú veist, það er eiginlega alveg sama hvert maður fer. Hvort sem maður fer upp í Breiðholt, eða Miðbæinn, eða Vesturbæinn, eða... Grafarvog, eða Kjalarnes. Úlfarsárdal, það er ekki ekki það, sko. Úlfarsárdal. Það er ekki besta nafni sem við höfum fundið upp, en... Úlfarsárdal. Úlfarsárdal, shout out to that dal. Úlfar á og svo á er í dal. Úlfar á og svo á er í dal. Já. Það var það Úlfarsárdalur. Úlfarsárdalur.
Úlfars á, hver fann upp þetta orð? Ég nefnilega ekki alveg viss, sko, þetta eitthvað eldra. Við þurfum að handtaka hann. Senda honum harðort bréf. Nei, við þurfum að senda hann í þarna fangelsi, málverða fangelsi. Þetta eldra nafn, ég man ekki hvaðan það kemur. Ég er ekki með varasala. Ok. Finnst þér ég alveg crazy? Crazy er gott, sko. Crazy er gott, sko, en það er bara... Hvað segir maður? Gaman þegar fólk getur verið það sjálft. Já, finnst þér ég geta það? Ég held að, ég vona að þú getur það. Já, ég er farin að geta það. Þú veist, það er, ég veit ekki hvað gerðist, það bara losnaði eitthvað og allt í henni bara blups. Og líka því ég fann Myndatrúð, þá bara gerðist eitthvað rosalega í alvörunni. Því ég fann strákin í mér. Það er mjög þá mikið. bara eitthvað svona, wow. En hann er alveg, þú veist, náttúrulega bara, hann sér heiminn svona svona svolítið svona barnalegum augum náttúrulega en hann er samt svo sannur hvernig hann horfir á heiminn hann er svo, þú veist, hann er nefnilega ekki með dóminn og það er svo úkslega gott það er eitthvað svona, en það er samt svona eins og sért alltaf í ævintýri það er bara, ok, og svo hittir Úlfinn og hann, þú veist, skilur mig og þú ert að fara í Úlf Ársdals og Dalslaug, heyrðu, og skólinn þar, svo kemur hann inn bókasafn, sundlaug svo bara vera að elda eitthvað gott þú veist, þetta er bara profound þú veist, að fólk skuli ekki átta sig þú veist, ég held að fólk sem er að tala niður borgina, það vill ekki sjá það góða það vill að einhverju ástæðu leita uppi eitthvað ljótt og leðilegt af því að það ætlar að varpa einhverju frá sér yfir á borgina sjálfa en auðvitað hefur þetta ekki borgin að gera þetta hefur með það sjálft að gera og viðþorf þeirra og augun þeirra þeir að leita upp eitthvað ljótt maður að leita upp fegurð svo ég, ok, halleluja þú veist Já, ég held að einhvern tímann stundum er þetta spurningum það að fólki vantar eitthvað til að vera reitt yfir eða þá að það ég veit líka eitthvað þessu pólitískt sko þetta er bara helvíti stundur lífið ég menna stundum er maður bara reiður og getur ekki alveg díla við það og svo veit ég líka að þú veist sjálfstæðisflokkurinn er mjög bitur yfir því að hafa mist borgina á sínu tíma sko það litar þetta svolítið líka sko já, auðvitað mér finnst nú, sko ég fór á tónleika í Hörpu með að bóða tónleika og sem voru til styrta Bjargið hérna. Já, Headspace. Nei, Bjargið það er hérna held ég fyrir ungmenni. Já, ég er ekki Bergið. Já, þetta heitir Bergið, ekki, já, þetta heitir þetta Bjargið eða Bergið, ég man það. Nú veit ég ekki, sko. Vá, hvað er með eitthvað klikkaða síma? Þetta er klikkaða sími, Er þetta svona eins og bók? Já, en sko, ég keypti hann einhvern tímann fyrir einhverju síðan þegar ég var nýbúin að ákveða það að ég væri að taka pásu í að leita mér að íbúð og þess vegna hefði ég aðeins meiri pening og ætlaði að fara í aðeins dýrari síma en ég ætlaði að leyfa mér og svo kom íbúð sem ég varð að kaupa bara mánuði setna þannig að ég var í miklu vandræðum en sko, þetta er geggjaður sími nema það að nú er hann brotinn. En nú áttu íbúð og síma? Hann er brotinn sko. Hvað þýðir það? Það þýðir bara að ég verði að nota framhliðina. Já, en býttu gerist ekkert inn í honum? Nei, það er bara bíl, þessi hérna hlið er bara bíl, ég get ekkert notað þetta. Vá, en er hún ekki samt svolítið fyndin? Já, hann er ágættur sko, jú. Nei, ég meina inni er ekki eitthvað rugl. Jú, þetta er bara eitthvað, það bara þessi hérna hlið er bara alveg farin sko. Ó, vá, kannski getur... Nei, ég veit ekki. Já, ég var að segja manni minn að hann hérna, wish me good luck hérna í viðtalinu við Alexander Brím af því að ég var svo spennt að fá þig þá sagði hann, núna var hann að svara hann í vinnunni, þá sagði hann skemmtu þér, þá fer allt vel Nákvæmlega. Hann er svo með þetta Jákvætt. Maðurinn minn er svo með þetta Sorry, en við vorum að tala um Bergið eða Bjargið sko, Bergið er Headspace ef þú ert að hugsa Bjargið, þá er það eitthvað annað Þetta var allavega styrtatónleikar heyrðu, og við vorum á okkur í línu þú veist þess að sjálfstæðismenn hef mist borgina ég náttúrulega, þú veist var 20 ára eða eitthvað þegar Ingibjörg Sólrún var kveikja á sér viltu af því annars bara gufa ég upp Ég reyndar, sko, ef við getum farið að klára kannski svona bráðum setjum satt viftuna og mér er alveg saman liðið sem er viðkvæmt í eyruna ég nenni því ekki
Sorry lið. Það verður að vera, sorry þið sem eru með viðkvæm eyru, afsakið, ok, þetta kemur í lokin, þetta negla. Ég hitti, nei, þetta samt, þú veist, ég var prikið og allt þetta Laugavegurinn og pabbi var með Búðalaugaveginn og ég var alltaf þar eða pabbi mamma og Ingibjörg Sólrún verður borgarstjóri. Já. Og hún hreinsar strandlengina, hún gerir göngustíg eftir allri strandlenginni, hún gerir ylströndina og þetta bara, og síðan rekst ég á hana, bara við erum labbað niður, ég að ganga niður tröpputalandi í Hörpu og þá hún bara þarna að koma af einhverjum tónleiku, ég veit ekki hvað, það voru alltaf eitthvað fullt að gerast í Hörpu, geggja dæmið þarna og hún að koma þarna niður, já og frá borginni, ég að vinna á borginni svo ég valdi tónlist, en ég vona, ég veldi Sinfó því þá get ég búið mömmu með. Okay. Anyway, takk fyrir þessa gjöf. Það ekki frá mér en Nei, frá borginni. Ég fekk að velja annarkvort það var leikhúsið eða tónlist. Já, ég veit ekki eitthvað, ég veldi þetta bara. Ég meina, fólk er búið að vera að fá borgarleikhúsið núna í nokkur ár, þannig að það er gaman að geta valið. Right. Það er alltaf gott að geta valið og við eigum valið. Og já, Ingibjörg er að koma þarna niður og hún er nafna mín, ég heiti Ingibjörg og ég segi sæl og hún segi sæl og ég segi, hvað svona manst þetta mér, ég gerði nefnilega verk þegar hitthúsið var að opna, það var niður í bæ, hitthúsið sem er líka borgin og ég elska það sem borgin er að gera, bara eiginlega sama hver við völd, bara þessi verið að gera eitthvað skemmtilegt hérna og þá ger ég verk sem er alveg svona eitthvað klikkaverk. Ég get alveg sagt það. Það var svona koppur og ég bað vini mína. Körfur þurfti alltaf að pissa í koppin og neðan í honum var svona mynd af tippi sem var hátt þetta var speglun á svona Ég er sko 20 ára eða eitthvað og er bara svona ég var orðin svona listamaður eitthvað. Og taldi mig það og hún vír og svo er ég með ljósmyndir undir svona risa gleraugu svona fullt, ég ætlaði að verða ljósmyndari en fór í myndlistan, en ég er það bæði en undir gleri og hún opnar þessa hátíð og þetta var svo geggja moment fyrir mig, bara svona ung manneskja, ég var bara eitthvað svona wow. Og svo var ég með plakkat þetta hitthúsið var með hinsegin list hétt þetta. Já, það rámar eitthvað í það. Já, og gömul vinkurinn og þar fór síðan eitthvað svona bara old times, þú veist, þetta er bara 30 ára aftur í tímann. Akkurat. Og ég hitt hann og ég segi þakka þér fyrir þú opnaði sýninguna en ég vil láta svo þakka þér fyrir að hafa hreinsað strandlengina, hafa gert stíin eftir allir strandlenginu og gert ylströndina og bara takk og ég sagði þetta er nú betra eitthvað perla en nú er hugmynd að gera spilavíti í perlinni og I like it en Jóngnar kallaði það hvað kallaði Jón? Ég man það ekki, ég man að sagði eitthvað en ég man ekki hvað hann sagði en ég veit ekki hvort að spilavíti er raunhæf hugmynd en það er alltaf mögulega hann sagði ekki spilavíti heldur fjárhætta eitthvað Já. Let's do it, ok ég veit það er svo gaman því ég elska augun í þér ég elska þau eru ótrúlega fín takk, ég er mjög annað með þessu augu sko já, þetta eru góð augu spegill sálarinnar já, einmitt og líka þau sjá líka út svo það sem við horfum á getum við gert fallegt. Já, og eins og við vorum að ræða augun, það sem augun hafa fram yfir eyrun er að við tjáum okkur líka með augunum. Já. Og mér finnst það svolítið skipta máli með þau líka. Það er dásamlegt. Við erum rosalega heppnar. Þú ert með mjög góð augu líka. Takk, við erum heppnar að fá að sjá. Já, sannarlega. Það er alveg til fólk sem er ekki það heppið, sko. Nei. Og ég er í liði með þeim að safna fyrir hundi, það verður að safna blindra, ef maður styður blindrafélagið, þá eru þeir að safna, þeir eru búin að
kaupa eitthvað, ég man ekki 13 hunda eða eitthvað, Já. svona þjálfaða og þeir eru að þjálfa upp hunda, svo styrkja blindrafélagið bara 1500 á mánuði. Ég veit ekki okkur, ég segi þetta bara af því að, þú veist, hundar eru náttúrulega geggjaði líka, en ég á kísur. Ok, bye! Ok. Grimm og Snar er búinn. Hasar með Grimma og Snar. Hasar með Grimma og Snar. Ég drífa mér að segja frænda minn á leikskóla. Ó, geggja.